live á þriðjuti hjammi.net við erum mættir loksins fullu bátur einu leiðin til að fulla bát í dag með þennan mann það að vera með þetta á miðvikudögum klukkan 1 það líklegt miðvikudag já, það besti dagurinn til að hann sé ekki það ákvörð á milli ég man alltaf heima á fyllibita eins og hann í dag þá var miðvikudagurinn alltaf eini dagurinn sem var upp á 10 annarkvæmt þá maður fullur eða þunnur alla hina dagana það var svona 3-3 Núna og maður alltaf miðvikudag hugsaði maður alltaf þetta er nýtt líf það er nýtt líf það er nýju mæk svo á 50 og maður fallin aftur þið er að fá mig aldrei maður er aldrei verið ferskar miðvikudag er rosalegir dagar fyrir fyllibita þá taka þær allt í gegn taka til í skápnum ryksuga vel Mækari, Bolli, Nafli, velkomnir þetta er byrjað tjattið nú veit ég ekki, ætlum við ekki að gefa eitthvað strákar er það ekki? Við erum ekki af að stuði Við náttúrulega erum ekki helgina Nei, það er svolítið synd byggar Við tökum kannski frí helgina bara Já Þess vegna erum við núna í staðin og risa leikir framöndan og stóra fréttir komnar í Risastóra fréttir í enska boltanum Herðu, strákar Þetta byrjaði náttúrulega alltaf því að þeir rákun bollan Já, þetta er ótrúlegt það var enginn af þessu gæðum búin að vera svo rakkaði þjálfara Celtic og þjálfara Chelsea þannig að þetta er búið að vera Chelsea fyrst Chelsea undan Chelsea Bolli Amorim þá fekk Lablin alltaf fleiri og fleiri verkefni það er alveg þannig að það bara ekst í vasan á honum þetta segja samt eitt þetta bara örstutt í byrjun þáttar þetta segja eitt verða að passa ykkur svona einu að vera ekki sömu kjánun að halda það Óli Gunnar Solskjær sé fara eitthvað snú öllu við heldur þú bara því að hann breyti skor 3 varnarmönnum aftast í eitthvað 4 eða eitthvað haldið því að allt breytist bara hver var að segja það? haldið þetta verði bara einhver algjör var ég að segja það? Nei, bara haldið þetta verði einhver algjör veistla Hjami, hvert er bara að horfa á fótbolta lengi? í 50 eitthvað ár Þú veist alveg þegar það kemur nýr maður í brúnina það léttir undan en ég er bara að segja liðið er bara ekki nógu gott Nei, Óli Gunnar Solskjær ef hann tekur við þessu við förum neðar heldur en við erum núna Nei Ég vildi alltaf fá Ég er kannski ekki þar en ég er bara að segja þetta er samt ekki Amorim, hann toppaði þetta í vetur þótt ég var alltaf hans helsti gæði sem vildi fá hann í burtu frá fyrsta degi, en hann toppaði sig í vetur hvernig hann næra skilja við liðið hann næra skilja við liðið í 7. sæti sem er náttúrulega hérna kraftaverk? Nei, ekkert kraftaverk það er ekkert, þú veist þetta er blekkir af því að það eru 3 stig sko í 12. af 13. sætið og 3 í 4. Já, 3 í 4. Þannig að hann næra skilja þið þar en þegar þið blikki augum það er sko City og Arsenal í leikjunum mætti Burnley að þá verða þær komnir niður fyrir 10. sætið og skipta hvað það Óli Gunnar Solskjær hann var verið að reka hann frá Besiktas sko og hann var nýbúið að reka hann frá Manchester United ég trú, Fletcher klára bara þetta tímabil ég trú Nei, við erum ekki bara að Fletcher út tímabilið Hvað okkur ekki? Því það er einhvern veginn Þetta mulkvað sem er einhver máli skiptanafli það er ekki hægt að halda með þessu liði lengur það mun öllu vera sama út tímabilið Já, ég held samt einhvern veginn að Óli mun ná einhverju trú í þetta og við hörum alltaf í 5. sætið tökum meistara leysum þetta ekki hér strákar en við erum ekki sammála og það er það besta sjónvarpið strákar Hjammin, sjáu þið þetta loksins að einhver Rísa Hjammi og hvað er að svona sko, byrjum á hver er með Arsenal Liverpool X2 sé ekki Liverpool tappa þessu leik mér finnst það er svoleiðis sé ekki Liverpool tappa þessu leik ég var í þungaðettin í morgun og ég sagði þetta fyrir 1-2 Liverpool af hverju sérðu Liverpool ekki tappa þessu leik? Af hverju? Bara drullist í gang Arsenal gæti ekki neitt á móti Bournemouth Arsenal, fínur á móti Aston Villa sem voru alveg game over í þeim leik Arsenal voru mjög heppnar að vinna Úlfan og 2-1 á heimavelli þetta er ekkert eins og að segja hvað Barcelona Prime Arsenal liðið sem spila en Liverpool voru bara svo mikið lélegir og svo er Já, en hvaða leiki við Liverpool búið að vera góðir í síðan að Dívan byrjaði er það ekki Inter, er það ekki Real Madrid, Aston Villa keira sér bíðasa leiki ég held ekki Nei, en hver er með yfir 3,5 marka Manchester United? Af hverju heldur þessi stöðl sé svona hár? Það er ekki út af eitthvað 0,5 mörk eða bæðið skora eitthvað það þarf nú aðeins að tjakka þennan stöðul upp Já, það hlaut að vera og það er marka veistla framöndan hjá Manchester United og hvað að koma þessi 4 mörk bara úr öllum áttum Sesko nú er það nýtt að væri þetta eru stöðlarnir hjá Mike og Naflanum eru að rífa þetta já og hitt er bara eitthvað ég alveg geta sleppt í ég hefði alveg geta sleppt þessi yfir 0,5 mörk Bournemouth
Herðu byrju, yfir 0,5 mörg Bournemouth og Spurs byrju, þetta ekki einu sinni yfir 0,5 mörg á Bournemouth? Ég veit ekki hver með það. Þú? Nei, ég er með bæðileg skora Bournemouth Spurs. Nei, ég er með Þú ert með þetta. Sjáu þetta. Wow. Það Júsú sending. Það Júsú. Og það Siggi Steppi sjálfur. Byrju, þetta svart, hvað þú voru að sjást í mynd. Sjáu þennan, þetta alvöru fengu sem við erum að fá hérna. Sjáu þennan hérna, wow. Herðu, þú svo stór, þú voru að beygja aðeins niður. Herðu, þetta rosalegt. Jú, veit það flott. Já, sérstaklega þessi hérna lengst til hægri. Lengst til hægri er búin að vera mjög Nei, ég er enda að klára að borða því miður. Takk aðeinslega. Takk aðeinslega, þetta Júsú, Sindri er náttúrulega standið á tenni Sjátt á tenni strákar. Það sér sína. En ég var til í svona Pepsi. Já, þú vilt svona Pepsi. Jú, vill þetta vel. Herðu, rýmum samt aðeins betri innan hjamma. Ég skil þetta ekki alveg. Ok, Arsenal Liverpool X2. Ég er með það. Burnley Manchester United yfir 3,5 mark. Það er nafli. Og Wolves yfir 0,5 mörg. Já, ég er með það. Já, á móti Everton. Það er verið að hugsa. Og síðan Bournemouth Spurs bæðileg skora. Þetta var yfir 0,5 mörg. Já, ég held það líka. En mér sko málið er að þetta getur vel dottið. Já, ykkar dettur alltaf Bournemouth Spurs held ég en Úlfarnir, ég er ekki við sem að Moisarinn hleypi markinn, sko. Nei. Strákar, hérna verðum aðeins að gefa sjáu þetta. Þetta er ekki eðlilegt. Þetta er rosalegt. Sjoppuborgarinn er nefnilega bara besti borgar sem hún fær. Þetta er svakalegt. Ég tek þetta með mér. Ég hlakkaði til að geta þetta. Ég fekk skilabóð í gær frá Danna. Danna sagði verið róli ekki verið búin að tróði í einhverjum mat hérna að komið. Já, ég sagði við Danna, senda á hann prívat skilabóð þegar hann sagði okkur að mæta svangir. Spurði hvort ég og þú varum að fara í El Grandi. Þetta var því að mæta svangir í El Grandi. Herðu, svo er Danni búin að senda mig 3 og 4 sinum. Tjekka og doppultjekka á hjemma, að hann sé ekki að geta fyrir þátt. En okkur sendingin á mig? Það bara bollið er aðdjónulegs og ég þetta var þetta sendt á grúpuna? Ég sé ekki tekið eftir þessu. Þið er ekkert vakandi bara. Ég sá hérna. Ég hef ekki tekið eftir þessu. Ég var að borða en ég var reyndar að borða fisk. Þannig að við erum samþyktir. Þeir eru samþyktir þessum seðli. Þessi bara var þetta. Þessi getur vel dottið. Og grassin í góðu skapi. Já. Góða hækkun. Bústar hann vel. Já. Að því að við erum búin að vera skít undanfarið ég hrættur þá bústar hann svolítið vel núna en stærstu stuðlætin hafa dottið sko. Það er maður þú þurfa að hætta að vera litlir. Strákar, förum í baratónum brauðið kíkjum á þetta. Þetta er ekki rétt. Sorry hvað ég var æstur. Fylgjast bara með tölunum, X er aðeins vitlaus, það skiptir engum máli. Tölunar samt eru réttast okkar. Sjá stuður sem ég fekk á Villasigur. Þetta er bara geðveikt. Þetta er ríkalt. Það var ekki svo ég á mútið Chelsea, sant? Ég og Mækarinn, við tókum áhættu og við fengum hann beint í andlitið. Já, ég fekk nú í andlitið með marki Sísósins sko á síðustu sekundunni. Hvað okkur þú að segja að þú hefði ekki ykkur áhættu? Þú ert rétt hérna fyrir ofan mig. En trúið mér, ég var helvíð dánaður þetta klikkaði. Já. Að sjá Fulham setja hann í vinkilin þarna síðustu sekundunni. Þetta mark hjá Reed, wow. Já, og líka búið að gefa Liverpool ólulegt mark og allt gert til að koma þeim hérna upp á beinubrautina sko. En ég er ekki að sanda mér nú að vilja í þessari keppni því ég er búin að klikka 5 umferðir af 6. Já, það er alveg glatað. Ég er alltaf að taka, ég er ekki að taka Newcastle heima allar mútið Crystal Palace sko. Nei, en það er bara steady vinstri reis. Sör má bara gera sem hann vill. Ef hann lyftir sér upp töfluna eins og hann segir alltaf við mig, ég má bara gera sem ég vill. Hann er fullorðinn maður. Hann má ekki heima á þessu reyndar. Sjáum stöðuna. Þetta er svakalegt. Ég er eini sem er í mínus. Já. Nú fer ég að kaupa Mike er í skítamálum. Það er styttist í að kaupa mér Marlboro Gold. Bollin er að detti hann er í 99 eurum í hagnað. Er ekki eitthvað svona, fær maður ekki eitthvað svona verðlun þá? Naflin og búlis. Sjáu munin á mér og honum. Sjáu þessi 2 bet hjá okkur í þessar umferð. Já. Hann er með Manchester City, ég er með Manchester City. Ég nenni bara ekki sigur á Manchester City. Nei. Þú myndir aldrei setja þetta stakk. Mike, sko, þetta koncept bara tónum bröði, við erum bara að reyna að vinna þetta. Já, þetta er búið í maí eða ekki? Jú. En þú ert í mínu 16,7 sko. Ég mun vinna þetta með því að vinna kannski svona 5-6 bet. Já. Það gleymist ekki að ég byrjaði náttúrulega á þessu stóra Liverpool betti. Hjá mér alveg, ég er ánægð með hjá mig þessu. Hann tekur sensaði. Fulham Chelsea eru mjög erfiður leikur. En það er að næstur.
förum yfir þetta allt saman strákar og þetta nú þetta tala upp úr kössunum í maí eins og svo oft áður Þetta eitthvað ótrúlega stuðull á Everton Förum aðeins yfir þetta strákar og fyrsti leikur núna sem við ætlum að fara í strákar, þetta rosalegt að vera með beinni útsendingu á miðvikudegi klukkan 1 það geggjað. Ekki fullt á spjallinu? Jú. Alveg fullt, það er alltaf að gefa ykkur skemmtilega á spjallinu. Ég sagði ykkur, það skiptir engu, ég geti verið þetta 7 á mótnana. Það væri reyndar frábær tímasetning líka að fá bandaríska morningshow. Herðu, hvernig var það með vera með, morgun þátt hjá.net. Takk 1-7 morgun bara. Virkum degi. Það geti það ekki verið á sunnundi. Ég veit að það reyndar, ég get sagt ykkur eitt, ég veit reyndar 2 hérna sem getur fundist það mjög erfitt. Við Ponsan vorum með vikulega dagskrárlið þetta á mótnana. Það var heldur oft umferð. Já. Það ekki, ég myndi vera að klára alltaf 7 á mótnana. Já. Þetta eru okkar menn. Fyrir fyrsta leik. Fyrsti leikur. Það var alltaf leikur í gær. Fyrsti leikur var í gær. Ég horfði á hann. Það var fyrsti leikur í gær og þar fjall Vestham vil ég fullyrði því. Það klárt. Já, ég sammála því og það líka bara, þú veist, við talum fyrir leik og þú veist, það var allir bara, já við gerum okkur grein fyrir mikilvægi leiksins og það, þú veist, að vita þetta allir og þetta, þú veist. Á ensku, eða ekki? Já, þeir sögðu þetta vissulega á ensku, ég þýtti þetta fyrir Pálla og þig og Það er svo góður heimur hér. Já, það var heldur fín. En ég sagði við konuna, þegar Anna Marki Sagði við konuna? Já, og það var ekki ég var ekkert með félaga minn heima mér. Óskar Rapp bara, ég sagði kona því. Það var að fylgjast með Vestham og Nottingham Forest. Herðu, ég í eldur svo ég búin að færa sjónvarpið og svo sé ég bara mark nummer 2 dettin hjá Vestham. Ég sagði, herru, 2-0. Herru, nei, fjandinn, þetta verður dæmt af. Svo það tekið af. Þá sagði ég, Berglín mín, taktu nú eftir. Það sem mun gerast núna er að Vestham, þeir eru svo miklu aumingjar að þeir munu brotna með þetta. En á ég að segja ykkur, við vorum í þungavættin í morgun og það eru 2 menn með mér. Annar lítur alveg eins út á hann og hinn leit svona út líka og hann fann sprauturnar. Það lítur út eins og ég í dag. Og herðu, þeir komu nákvæmlega sama og hann að segja það núna. Reynda þau eru ekki við konuna sína, en svo hefur báður. Ég held að Rikki að mér sé verið að lýsa og hinn segir líka leið og markið á dæmt á Vestham þá vissi að Forest að fara að skora. Herru, það kom bara við söguna. Þau hugsaðu þetta allir því. Enginn að maður ljúga. Þú ert bara með þess að sögu að heila. Nei, ég kannski er ekki að ljúga. Ég er bara en pælið í því. Þá sagði ég við konuna. Pælið í því, ef þann er rekin. Það er bara líklegt. Já, þú veist. Strákar, hefur hjá mig einhvern veginn verið stoppar að þegar fólk held að vera Sean Dice? Já, þeir voru á pílunni, Alliballi. Sean Dice. En strákar, þessi leikur er búinn. En hann var rekin samt eftir tap fyrir... En hann er tæpur, ég held að hann verði ekki rekin núna. Rekin eftir tap fyrir Vestham með Forest og hann er rekin eftir... Nei, ég held ekki. Ég held að verði ekki rekin núna. Það væri aldrei gerast aftur í sög. Það er FA Cup. Er það ekki? FA byggar. Strákar, fyrir mig næsta leik, fyrsta leikin í dag, eða þú veist, einn af fyrsta leikinum hérna, Man City Brighton, 1:49 Man City, strákar, er það að sjá eitthvað óvænt þetta? Nei. Það er bara þannig. Út með mínus 1,5. Já, bara, en ég spáði samt þessu leika einhvers staðar 2-1 en þá segi ég bara 3-1 út af því að ég minns 1,5 bara til að hækka mig þar, ég þarf að rífa mig upp. Ég vinn aldrei móti, ég ætla að vera einhverju svona stöðlum en ég held að það eru mjög erfið leikur fyrir þá. Já, ég held að Brighton skori út af því að vantar alla vörninu á City og þeir eru mjög shake. Þeir eru í einhverju brasi núna allt í henn. Það er ekki til ár lengur en 3 cm mynd. Það er rétt. Ég ætlum að velja einhvern skemmtilegan á kommentarkerfinu eftir smástund. Það er ekki þessi. Eitt með hennar leik, Manchester City. Manchester City hefur unnið 22 leiki heimaleiki á miðvikudegi sem er met hjá liði í ensku úrvalsdeildinni. Ertu ekki að grínast? Það er móli. 22 leikir? Já, heimaleikir á miðvikudegi. Vá. Það er rosalegt. Já, það er góð tölfræði. En þeir meiðast bæði Ruben Díaz og Guardiola og þeir eru frá. Þeir eru ekki með neina, John Stones er meiddur og ég kall eftir Haaland ef þeir eru að hlusta, Haaland og Foden eða hlusti kannski eftir, þá þurfum við að fara að drullast í gang. Sammála því. Og ef þeir gera það ekki, þá bara ég hef alltaf sagt það, menn þegar Foden spilar illa þá er City í vandræðum. Erum við virkilega að fara að sjá eitthvað svona, er þetta að fara 1-1 eitthvað Arsenal vinnur Liverpool, erum við að fara að sjá bara Arsenal þá er þetta búið. Það má ekki gerast, City verður að vinna. Þeir verða að vinna. City vinnur þennan leik. Þeir eru að hafa spennu í deildinni. Hætti bara ekki Guardiola ef myndi ekki vinna þennan leik. Ég held að sé allir sammála það að City vinnur þennan leik, við þurfum ekki að fara lengra við þetta. Þeir verða bara að vinna. En við fyrir með næsta leik og það er Brentford, er það ekki? Var ég ekki með hérna bildir á þessu? Ég tek líka svolítið undir sama streng og Mike Gordalum. Ég held að þetta sé leikur sem Erling Haaland rífur sig í gang og skorar. Svo er það með Diego Gómez skot á mark. Já.
Hann alltaf að fara að setja einn á ramman. Fótinn setur alltaf einn á ramman. Talandi menn sem að rífa sig í gang. Bæði liður að fara að skora. Mér finnst Þeir eru shaky tilbaka með City. Ég skal viðkynna, ég ger oft. Þið setja þessu seðli inn í grúpun okkar og svona, það verðum að kíkja á það. Þá tek ég oft, kíkja á þá og svo tek ég út eitthvað og bæt svona, maður svona, ég skal viðkynna það. Ég kemur ekki dórt að gera það. Þetta föndra við þá. Já, líka, allir selast þetta hjá honum, þá lætur hann enga vita því. En ég mjög samfæður þennan eina sér, hver Diego Gómez? Það leikmaður í Brighton? Leikmaður í Brighton, já. Það eina sem ég bara þekki, ég held að hitt þetta allt. Ég held að Brighton skori í leik, Welbeckin alltaf að fara að setja eitt. Verður þetta ekki bara eins og hjá mér í síðustu viku? Naflin, skot á mark. Strákað þið getið eld naflan. Það vantar alltaf eitthvað. Ég held að aftur verið rétt hjá mér síðast nema hotnin. Já, það hotnin að fara ítla með þig. Hvað er leikur? Liverpool, það vantar spjöldi núna. Það var spjöldi hotnin. Það voru að spjöldin. Hvaða leikur var það? En nú hættu við spjöldin. Var ekki Liverpool Leeds? Nei, í síðustu umvistrákar. Liverpool. Og mér vantaði bara Dominic Soboslai. Nei, strákað verðum ekki verið í þessu. Þetta var United Leeds. Já, United Leeds. Já, both team to score, X2 United, yfir 8,5 hot, komið 10, spjöld 2,5, komið 1 spjald í leik. Hvernig það samt hægt? Í liður sem ég var að segja þetta, hættum að veðja þessi spjöld. Og hættu þessu. Það er ekki svo ég að fundið þessi spjöld. Jú, það var einmitt málið. Herðu, fyrir mig næsta. Kynntur okkur fyrir þessu. Menn lifa og læri í þessu. Rugglaði maður. Já, fyrir mig næsta. Og herðu, var þessi bettbildi gerður á rauðu ljósi og Nelson? Nei, ég bara ég er ánægð með það betur. Ég kýtur á marki þessi Diego Gómez. Brentford Sunderland strákar 1.87. Þetta Nú tapar Sunderland. Nei, er þetta ekki ekta leikur sem Sunderland vinnur? Getur alveg unnið, en ég ætla að segja ef tilfinning á Brentfordinni með dreymdi. Já, með Diego sjóðandi er þetta ekki ekta leikur sem Brentford tapar líka? Nei. Þeir eru góðir motið Tottenham, þeir eru góðir, þannig 0-0, en þeir eru góðir motið Everton, en svo mæta þeir svona liðin svo Sunderland og þá getið það orðið svolítið erfitt. Ég held að muni fyrsti leikurinn í dag sem mun býta eins í Sunderland að mista þessa gæja í Afríkukefnina. Lítið Brobby, hann er heitur Brobby, frammeri Sunderland. Sunderland er bara góðir. Diego er sjóðandi heitur. Já, ég skal við ekki það er bara svo heitast ég er búin að heyra Spurs stuðningsmönnum sem eru ekki ennþá farin að sofa að skemmtun eftir að ná jafntefli en hjá mig, er þetta leikurinn þar sem bæðilið eru nógu heims til að halda ekki unni hvort annað? Er það þannig? Það er nákvæmlega ok, og hvað gerum við þá? Þá förum við spjöldinu vorum að vara við þessu eru söndir að þetta gera þetta svolítið spjaldaleikir það er kraftur í þetta ef þið viljið vera safe yfir 2,5 ef þið viljið fara í aðeins meira átut það er yfir 3,5 spjöld þarna. Ég ætla bara að hætta alveg í þeim en ég held að geta alveg komið í svoleiðis í þessum leik en ég hef bara einhverju tilvíkur en alltaf er ég kemur þetta í þessum leikjum sem bæðilega haldi ekki dönni hvort annað þá fer ég ótt á móti að vera eitthvað rauðlætning í þætti ég held ég hef aldrei haft rétt fyrir mér síðan við byrjuðum í fyrsta þætti ég veði alltaf á vitlausa lið og núna ætla ég að veðja á Brentford Modli ég ætla að segja að þetta sé X þetta er X-ið Brentford þetta er Sunderland allan daginn það er bara þannig 4,7 jújú, við tökum því já Crystal Palace Aston Villa næsti leikur hörkuleikur þarna á ferð Crystal Palace Aston Villa þetta er leikur sem er já, er þetta 2,39 Aston Villa það er helviti hátt það er vel boðið já fyrir lið sem er í bullandi topparötu já bara í öðru til þriða sæti ég held að það er ástæða fyrir að þetta er svona hátt þeir eru ekki búin að vera góðir í undanförnum leikjum voru reynda solid í síðasta leik frekar auðvöldum heimaleik Móti Forest en þetta er búin að vera svona hark og ótrúlega hvað eru búin að harka mikið að stegum ég held einhvern veginn bara að Crystal Palace eru það slækir að Aston Villa þeir eru með 2 heitustu mönnum deildarinnar Watkins og Rodgers þeir eru búin að koma sér í enska landslið og eru bara að spila virkilega vel og ég held bara í vinnunleik já, líka Brennan Johnson að potinn segumarki þessu leik segir eitt hérna það var verið ykkur tóttinam en það var hann komið jafnmörg mörg og allir sóknum með ykkar samanlandi í veitur Richarlison reyndar einn og markastur ég held að þetta var 1-2 til Aston Villa Bodli herðu, ég ætla að vera sammála með Brennan Johnson hann skorar og Palace vinnur leikinn, þetta var óvænt er mitt, hann segir hérna er Villa grassagildran þessari umferð ég var að hugsa það mitt, ég voru að tala um þetta en nei, ég held að grassagildra sé ekki Villa þarna, ég held að hún leynist annar staðar í þessari umferð því að ég held að Villa bara vinna innan leik Crystal Palace er ekki góð stað ég held ég láta henn leika láta hann leika í þessu
maður þarf ekki að taka alla sko. Nei, það þarf ekki hjá mér. Það alveg árið. Þegar naflinn fattar það þá tæmar starfsættin ekki svona rosalega rætt eins og það er ekki undanfæri. Þeir fyllast alltaf strax aftur sko. Já, þeir gera þennan, þess vegna heldur maður áfram. Það er heitt í hamsi á miðvikudegi í hádeginu hjá strákunum eða rétt eftir hádegi og naflinn fór í blandi póka fyrir okkur, gerði eitt hérna blandi póka, við skulum kíkja þess á hann því hann er áhugaverður þó ekki sé meira sagt. Já, ég skal bara labba í gegnum þetta er Chelsea vinnur Fulham, ég er mikill talsmaður New Manager Bounce og talandi það, þá eru þetta Manchester United að fara að vinna Burnley og eru henni vald yfir og þó ég hef bara tippað að það eru minnilegin og síðan er hérna bæðilið skora í Bournemouth Tottenham. Mér er þessi seðil bara helviti og síðan eru við með Epic Sub á Erling Haaland. Þetta er hérna það er Úlis klappar aldrei fyrir seðlum þú er með 2 núna á 8 og þetta er eiginlega bestu seðlar sem þú hefur gert síðan við byrjuðum með þetta oftast eru seðlarnir kring 2-3 hann er að vakna miðvikudagur í hádeginu komur ræktin í gær og eitthvað lagðist í tölvuna og teknaði þetta upp þú ert betri miðvikudagum í hádeginu heldur en á lögadagum í hádeginu já, ég veit það strákar fyrir ágætti seðil þetta er fýtt seðil það getur eldan ég er samt svolítið hættu við Chelsea sko en þetta er góða stuð það getur eldan að sjálfsögðu inn á spjallinu og endilega, herru, við erum alveg að fara að gefa 100 €, það styttist því að núna ætlum að gefa 100 €, það er nú ekki tekið upp á göttunni duglegra kommentar, það er ekki tekið upp á göttunni heldur betur, ég er bara aldrei á ævin held ég fundi 100 €. Var eitthvað sem ríkisstjórnin hækkaði ekki núna um árum það hækkar núna skatt á leigusala sem náttúrulega fyrir beint út í fólk sem er að leigja þetta er alveg sniðugt ég er einmitt að leigja einum, ég þarf að fara að hækka leigunum nú maður strax búin að Everton Wolves Fulham Chelsea sko, ég ætla að segja hérna þessi leikur er ég held að, sko, ég er ekki hrifin af Fulham-liðinu mikið og allir eru hrifnir af Fulham-liðinu mér finnst það ekkit sérstak hvað töpu, ég held að það var að fara með að Rikki fyrir mig á mánudaginn og tapa 29. november ég veit það, ég er satt ekki hrifin af mér finnst það ekkit eitthvað sérstaklega að spila skemmtilega fótbolta það er eitthvað að gerast það er eitthvað að gerast, en ég held að þetta Chelsea-lið sé bara einfallega sterkara þannig ég er saman á naflin, ég er sammála því Fulham tapaði síðast í deild 7. desember og töpuði síðan hérna í bikarnum 17. desember en það var verið á góðu flugi töpuði að vera Newcastle á 1970 í beigarnum síðan hérna ég er ekki jafn hrifin af þessu Fulham 7. í dag þetta er 17. des í beigarnum þessi hérna núkastáleikur en í deildin er það 7. des það er akkurat mánuður en þeir eru með nokkra hana hjá mig sem eru helviti sprækir og það er með fyrirvændi Liverpool-maðurinn Harry Wilson þú trefur á honum já, og svo Raúl Jiménez frábær og þetta er fínasta lið viku eftir viku þessi guður að vera þreyttir maður þetta er að vera þreyttir helviti þunnur hópur ert þú ekki þreyttur eftir aukaðingar? jú mér finnst samt bara þannig að í þessum liðum þar sem að ég er með góðan punkt fyrir ykkur núna í þessum liðum ég verð að henda 100 € hérna á einn það er Ágúst Davidsson 3-1-2-5 strákar það eina sem ríkisstjórnin ekki hækka síðust en árið er naflin það hækkar alltaf verkgildi segðu Epic strákonum það hérna þeir eru að borga launin til hans þeir eru ekki kannski alveg sammála þessu eða bara upp á sín eða hvað sem það er Hjörvar, en þetta er reyndarlega ekki rétt Hjörvar hækkaði mig í sentimetrum í Keiluhöllinu nú fyrir á árunu ég var 1,64 í vegabröðinu síðan mældan mig í Keiluhöllinu þá kom ég ljósi ég var 1,66 það sem ég ætlaði að segja er það að í þessum liðum sem er að standa sig vel oft og eru þarna kannski frá 8 til 15 og þetta er með Fulham út með Sunderland og þú ert jafnvel með Crystal Palace og Brentford og eitthvað svona að menn mætin í mótið vitandi það, við erum bara með 15-16 leikmenn sem eru klárir í þetta ef við ætlum að vera í þessum sætum skiljiði og oftast eru minni meiðsli því að menn einhvern veginn vita því ég er að fara að spila og þá verður í þessum liðum verður miklu minni þreyta og þeir tala ekki þreytu heldur en í stóru liðunum það sem eru fleiri og alltaf mikið fleiri meiddir og pældi af allir sem eru á Tottenham United þessi lið varum jafn marga meidda þá eru þið bara ekki búin að vinna leik sko. Þannig og þarna bara spila menn þannig að ég blæs á það hverju gæðir í Fulham þeir vita bara ég er alltaf að fara að spila þetta er vinna mín ég er í Fulham út af því ég er ekki alveg nógu góð til að vera kannski í Manchester United eða Liverpool eða Arsenal eða eitthvað og þeir bara er alltaf að spila þetta er vinna þeirra og þeir verða ekki þreyttir ekki þannig ég held að þetta sé hérna
ég held að þetta sé ekki eitthvað Fulham eins og þreyttir í dag. Chelsea er betri fótboltamenn en Fulham, það klárt en undanfari mánuð hefur Fulham bara verið að spila mun betur en Chelsea. Það æsast svolítið tjatti með eins og þú hefur verið í ykkur konumálum hérna undanfarið nafnilega, menn eru eitthvað svona menn eru búin að spyrja hansi oft hvort það er fömblað fetti í Ameríku ég veit ekki ég gerir það nú nokkuð sinnum á ressingaskálanum ég ætla ekki að það er það svo dökkun er það farið í ljós? Nei, ég hef aldrei farið í ljós Var svona gott öður í Ameríku? Já, það var hérna 20 gráður einn daginn hérna í Nashville og sé mínus 2 daginn eftir. Já, förum við veðurfréttur eftir strókar. Bolli, hvernig fyrir þessi leikur? Ég ætla að segja að þetta fari eins og aðan. Stjórna á sem mönnum. Það Chelsea vinnur hann leik. Chelsea vinnur þetta bara? Nei, ég eini sem verður mótið ykkur. Þú verður mótið, þú segir Fulham bara? Fulham vinnur hann leik. 3-1. 3-1. Nú manager bounce hjá mig. 3-1 Fulham. Herru, hvað er þið samt að gera 6 ára samning alltaf? Hvað er aðeins sem Aldrei læra menn. Aldrei læra menn? Þetta er alveg tal. Jú, öndum á 6 árum. Ég held samt að sé hafa eitthvað uppsanna á hvað fyrstu 2 árum. Og ég sagði nú í þætti mín í morgun þessi gæði verið farin fyrir síðasta leik í maí. Vá, það er rosalegt. Þið heyrðu þetta hér, ekki fyrst. Hann var aðstofamaður Rúni hjá Darby. Ég bara veit ekki hvað þetta er. Ég sá hvernig stundum með Darby töluðum hann. Þeim var ekkit eitthvað, þeim fannst það ekkit sérstakur. Nei. Herðu, strákar. Þetta er ekki við Chelsea, þetta er risastór. Það er rosalegt að vera aðstofamaður Rúni. Við ætlum að fara í Bournemouth Tottenham. Everton Úlfarnir. Nei, Everton Úlfarnir. Hvor leifur þeim ekki að Everton Úlfarnir, já. Ertu með ADHD eða? Og eitthvað fleira. Everton Úlfarnir. Mér veist þetta bara geggjaði stuðull Everton, ég verð að segja það. Eru menn byrjar að halda Úlfarnir sé eitthvað bestalið heim út eða eru búin að ná ekki súrslutum undanfarið? Það er 1-8-4 á heimaðalli. Moyes. Grealish, 2 assist síðasta leik, töpuð síðasta leik. Pickford í markinu. Hvað segir tölfræðikongurinn minn, Andri Már Eggertsson? Everton, þeir tap ekki teimri, þeir rífast alltaf upp til slæmt tap. Þeir eru búin að gera það síðustu 3 mánuðina. Það er ástæður, þeir eru alltaf svona rokkandi upp og niður, þeir eru alltaf í topp. Þeir eru bara möguleika að fara að nála meistardeildarsæti eða vinna í kvöld. Einu skitt sem Everton er eitthvað tap á tömleikum í röðu er bara, þetta er Chelsea og Arsenal. Þetta er svona dæmi. Töpuð illamunni fyrir Newcastle. Síðan unnu er Bournemouth umhverjum eftir. Tapar svo illa núna, unnu góðan sigur útivelli á móti Nottingham Forest þarna síðast ekki 0-2 og nú er komið að sigri. Það er eitthvað rosalega hittið þetta, er Nafli búin að setja hann á 9 ári, getur Nafli farið í mál og myndum við stefnumóti sitt á 9 sunnudagskvöldi 14. des, hvað er í gang? Ég veit, er þetta á X-inu? Já, þetta er bara út allt. Ég þarf að fá hvaða meistar þetta er. Þetta er á Bylgjunni. Páll Sævar er að varpa þessu. Spjalli bara á Vísi. Þetta er hérna, já, þetta er á öllum miðlunum. Mæðratips. Séð og heyrt. Everton Wolves, sko, Bolli, þú ert að horfa á þetta svipuðum augum og mækarinn. Þetta verður þælur Everton sigur. Wolves, það má ekki gleyma þó að það hafi tekið Vestam 3-0 að þá er náttúrulega sko, þá var þetta Wolves og þeir eru með alveg frekar lélegt er þetta ekki 1-1 og rautt og eitthvað svona dæmi? Gæti alveg allt í sig að fara eitthvað svona kjafta en ég ætla að segja bara Everton vinnur ég segi bara tónum bröði, þá voru púliska þeir eru skinsamastir, þetta er frábær stuður fyrir það þeir tóku Everton, þeir eru skinsamir þeir bara hljóta vinnuna leik, ég trú ekki öðru Nafli? Everton, ég er bara hérna þó ég segja mig trega að vera sammála mönnunum minna en ég verður að fara fyrir minni samfæringu og Everton er bara að fara að vinna. Ég ætla að fara í X-ið góða. Ég held að þetta sé að það er einhver X-líkt af þessu 1-1. Wolves allan að vinnur aldrei leikinn, það er ekki séns. Strákar, við erum að fara í 1 strákar. Þessi er rosalur. Ég veit ekki hvort ég mátti birta hann einu sinni. Nei, ég var bara að hugsa bara, er ég að fara að gera epic þessi er birtur í óleifi. Það er bara svolítið þannig eins og þannig. Hvað var sagt í gær, sko þessi dettur, þá flytur Laxdalinn. Hvert var Þessi er það hættilur. Þannig ertu með sko hvernig virkar þetta 2.75 áttur? Eða vinna 3-0? Vinna 3-0. Þá hvað? Þá dettur hann. Hvað er þá munið hann á 2? Þá farið bara 50% vinningum sko. Já, 50% af þessu. Nei, á þann leik. Já, ég er að segja það á þeim leik sko. En stuðurinn farið alltaf. Það er alveg stemning að setja Nei, ekki að vinna 3-0. Já, hann splittast. Þeir þurfa að vinna 4-0 sko. Já, þá farið 75%. Er það ekki? Já, 4-0, 75%. Nei, þá farið allt. Já, farið allt. Stráki, ég er bara að segja, þeir rúlla yfir þá. Sjáu þetta.
Hvað er þetta ekki bara með -2,5? Það svona þægilega. Þá hefði hann ekki fengið 286,98 stuður. Er það ekki bóðið, -2,5? Ég sá það var ekki bóðið. Ég er búin að elta hana Sigur. Nei, elta hana Sil. Ég ætla ekki að leifa að vera láta svona bulliðis vera að hlæja. Hlæja að lýsa þetta nerdinu með bíómyndinni. Svo stettur strákar. Hann kom með heitugéluna. Lykillinn að töpum í bettum og ganga illa, nema kannski grísa 1-1, að það er að vita ekki sjálfur hvað þú ert að gera. Og þekki ekki bettið. Jú, þetta er bara, ég held samt að ég hef gert bara aðeins smá mistökun, 8,2,5 en það skiptir ekki, 2,75 Ég fór um þetta hugst í gerð, ég er að byrja að finna upp á þessu líka. Nú er spjöldi búinn, fyrri hálfleikurinn búinn, nú er það hvað í -2,7. Svo er ég með Tottenham, -1,5 Tottenham vinnur með 2 mörkum. Ég sé það ekki gera, sorry. Akkur geta það ekki unnið 0-2. Semenyo er ekki búinn að skrifa undir á City. Já, komin hérna. Ég geta það, ég er ekki langhæsti stuðullin. Chelsea, -0,5 Já, Chelsea getur bara unnið leikinn. Það er bara sigur. Það er bara sigur. Þarftur ekki að gera -0,5 Og Sunderland -0,5 Akkur gerir 0,5 Það er herra held ég held ég herra. Nei, það er sama. Nei, ég er ekki viss. Sama bettið. Tjekka á því hvort það sé það sama. 2,06 núna, þú varst að gera þetta í gæri, eða ekki? Já, þetta er bara læg. En ég hefði lekkert að elta Sil. Ég hefði þetta bara Þessi lendi 286,98 Já, en ég get sagt það við þig að við getum búið til 7.000 svona seðla á leikin í kvöld sem eru allir með sama stöðun sko. Og svo getur þetta kannski einn en verður það þessi það er að stóra spurning verða þeim boðið á snekkjun okkar þegar við vinnum nákvæmlega það er aldrei að vita fyrir bara okkar stekk hvað settur á þetta? 10 eurur? Ég ætla að setja á þetta 10 eurur líka en ég ætla að breyta gerir hérna seðlafstrákar og breyti sitt í -2,5 getur bara gert það í róleitum? Já, gera bara í róleitum meðan við tökum næsta leik förum að stutt yfir það, það er gaman að sjá ég held að ég nenni ekki svo 2,75 það er svo leiðilegt að missa hlut af veðmálun ég held að það sitt ekki að unnið bara þetta breytalið 5-6-0 það sé bara eitthvað svona visla fram ég held að það sé bara farið þeir eru bara ekki þar í dag sitt í sko Rettur inn á og til Já, á og til En strákar, Bournemouth Tottenham, þannig leikur Þetta er rosa leikur og ég hef ákveða að þann klóki verður núna tilengaður Bournemouth Tottenham Ok, spennandi En ég ætla að fara östuð byrjum með mækarunum, hvernig þróast þessi leikur? Það eru leikur Bournemouth búin að vera mjög góður í síðust 2 leikjum og Arsenal og Chelsea fá allt og lítið út þeir áttu að vinna Arsenal sko. Og eiginlega Chelsea líka ég segi það nú kannski Það var helviti súrt þegar kannski ekki Chelsea, með að þeir áttu ekki að tapa Arsenal þeir voru betur en Arsenal Varstu það? Já Sko Bournemouth vann síðast leik 27. október Það er rosalegt 27. október En þeir eru að spila mot einu allra slakast á leðilegasta liðin í deildinni Verður að taka undir það Viktor Unnar Ítleðarsson okkur góði félagi labbaði reiður á skrifstofana hjá Mike í gær þegar það búið að reka amor inn og skildi ekki í þessu sko að þjálfari Tottenham var að gera 300 svona verið hlutheldur en bæði Chelsea og United En þessi maður gengur laus en þá bara Hann gengur laus, Viktor Unnar þó gengur laus En það þreyttur þess að dagana það er 3 börn heim og allar fætt sko Mjög duglegur og Tottenham maður, mikill En ég segi Tottenham ná enn einu í jafnteflinu það er rosalega jafnteflislegt En það getur ekki verið sem menni og sé að fara að spila hann leik Jú, hann er að fara að spila Hvernig meikar það sens? Hann spilaði mot Arsenal Ég veit að nú er búið að kaupa hann Nú er búið að kaupa 65 miljónir Það er ekki mann skrifa sem er búið að skrifa undir það meikar ekkert sens Og hvað fóbrotnar sé hann bara á móti Tottenham Ef hann er búinn að skrifa undir þá getur hann ekki spila Það er allavega Fabrizio komið hér við Go 65 miljónir áðan bara í gærkvöldi þá er hann ekki að fara að spila Nei, það breytir þessu svolítið og þá er ég að fara að segja að ég held líka svo mikið með snekkjuseðlunum hans hjá Tottenham að vinna þetta svona 3-0 Þeir eru blindar af aurunum það er bara greinilegt Þú ert náttúrulega mótið Tottenham eins og Ég er ekkert mótið Tottenham en ég held að Tottenham vinna þetta ekki Atvinnuleysi, hann fyrst að skrifa atvinnuleysi að hann vakna ég var byrjaði morgun Númer 2 er að byrja ekki að hætta þú að sér og svona mér sýnst svona stýttist í það maður finnur það Ég er sko lengt af svo vel og ég er búið svo vel sápað Og svo númer 3 að það er svona neikværi gagvart vinum og svona Já, þá kemur öfundir Hann er hættur að vilja sjá hjá maður ganga að vera Þetta er bara okkur leikur
við sjáum okkur Semenyo verið með en trúlega ekki hann búin en það getur vel verið hann sé búin ég sá það samt einhvers staðar að myndi spila síðasta leikin í kvöld það getur vel verið að það sé bara inn í díl og mann klári síðasta leikin en síðan náttúrulega frí helgina bikar og svona hvernig hausinn á mönnum sem komið það skilur það ekki svo hausinn og tóttanangæðunum sé eitthvað rétt skrúaðar á ekkert eðlilega lélegir stórmerkilegt en ég ætla að hendi eitt klóka núna bara þetta fær 1-1 en voruð búin að tjekka á svona -2,5 það var ekki hægt var það ekki hægt? Jú, kannski, ég veit það ekki -2 þetta þetta rosalega mynd Nei, það ekki rétt mér? Þetta við sétlum þess ekki að þetta væri sama á -2,5 en ok, þessi reyndar alveg góðu líka þetta sami setlin þessi mjög góður mikar aðeins, en þarna nægir bara að vinna 3-0 þarna getur þú tekið þá farið allan vinningin þannig getur þú farið, við ætlum að snekkjuna en þú getur kannski tekið, við tökum snekkjuna og allt inclusive ég fæ kannski að hringi í þig þegar þú ert á snekkjunu við förum bara á tennu það búlið skvæsi snöggir voru að græða þess að minn þetta ótrúlega þessi drengir ég ætla að setja 10 € á þetta já, hann har gert margt verið en það þannig lofaði því, ég er búin að gera það förum í Burnley Manchester United herru, förum í live förum í betbuilder og förum í yfir Tottenham Hotspur yfir 0,5 mörk í fyrirháleik Tottenham Hotspur förum í Bournemouth spjald í fyrirháleik það fyrir spjöld fyrir fyrirháleik það heldur að vera að fara í spjöld fyrir spjöldin, sjáu þetta ég gerir þetta oft nú ég svona, það sem ég að gera ekki hægt og þannig ég að ákveða hvernig leikurinn mun þróast ég bara svolítið, það eitthvað ég mun segja með það að Bournemouth muni fá rautt spjald í þessu leik menn kannski svolítið tryggeraður yfir það sem minnjum sé að skilja það er svona, þetta er svona bara erum við virkilega bara sogast nýr í fallbárátana við unni leik síðan í oktober bara pirrandi, búin að missa okkar besta leikmann hvað er í gangi? Kvöldleikur líka ennþá pirrari 12.000 manns á vellinu sem ekki neitt en Bournemouth er svona lið sem fær ekki rautt spjald svo förum við í seinna áleik og þar fyrir yfir 0,5 mörk hjá Tottenham og sjáu þetta, fer í spjöld núna þetta sá Klóki og fer í Bournemouth yfir 1,5 spjöld í seinna áleik ok, og hvað fáðu þessu? Já, þægilegan 15 myndi ég halda 15 í stuðl er þetta ólíklegt? Nei, þetta rýmar bara svolítið við það að stuðlinn sé 15 en þetta getur stóttið sjá, aftur margt verið þetta Þetta er margt verið þetta. Bara Tottenham skori í fyriráleik, Tottenham skori í seinna áleik, Bournemouth fóði spjald í fyriráleik og Bournemouth fóði 2 spjald í seinna áleik. 3 spjald á Bournemouth? Já. Það er eitthvað sem er þessi þögn, svolítið saman sem samþykki. Já, ég segi það nú ekki. Valega. Þetta kann ég að metta. Valega. Það er oft sagt það þegar maður býður fólki mat og enginn talar, að maturinn sé góð. Já. Tjóð var það leiðilegt matabóð. Nei, það er svolítið. Þá er maturinn góð. Já, maður smjalla á og svo spjalla. Það er eitthvað sem er að sé mikið spjallað þegar þér úti. Þú veit sérstakur í eldur. Finnst ég líklega að ég myndi bjóða honum í gott ribba og hann þætti alveg hrikalega gott. Hann myndi halda eitthvað kjaft yfir í. Ég er ekki vissu það. Ein spurning hérna á chattir og mækaran. Hefur Mike eitthvað íhugi og kostað sér í sveitarstjórnarkosningum? Nei, ekki ár. Ekki ár. Alltaf næsta. En það er eitthvað að segja með það að þessi hérna getur nú vel dottið inn þar. Nei, ekki ár. Finnst það sæti eitthvað stær? Myndi maður kjósa naflan? Já, það er grínast. Taka til í borginni. Það var eitthvað í Kópói. Já, maður geti alltaf fært sig ykkur annað. Þú skráði heimili á mér. Þú getur fengið að skráði hjá mér á heimili. Kópói er fullt náttaður. Við höldum áfram. Við ætlum að fara ekki strax í blandipoka. Við ætlum að taka fyrst Burnley Manchester United. Burnley Manchester United. Og þarna baði ég betbildur og mér langar að sjá hann strax. Wow. Sko, bæðileg skora. Það er helvít. Heldur að United fá þessi mark? Við erum búin að fá þessi mark öllu leikinu við erum nema 2. Gerði þessu leik. Já, síðan er satt oft með þegar nýjir menn kom inn þá byrjar að taka til hvar? Vörninni. Burnley skorar. Burnley skorar í þessu leik, það er rétt. Dróa Manchester United, já, það er fínt. Benjamin Sesko, ég er enda sammála þessu, ég er búin að bíða eftir núna. Benjamin Sesko, first goalscorer í svona síðustu 100 skipti. Það er bara ekki að gerast.
og svo Lisandro Martínez. Já, þetta er ég ekki sjálf. Nei, nú ég að finna upp hjólið. Þetta er eitthvað nýtt. Þetta er bara svo rangstæðina mínu. Ert þú þá að horfa á leikinu og ert að telja? Nei. 7. Ég þarf að gera eitthvað. Þú ert bara að skrifa niður með að horfa. Þetta er stemmar. Ég ákveð að finna eitthvað nýtt. Já, þetta er áhugavert. Hann er alltaf, hann fær mikið boltaðan og hann er ekki margar sendingar sem ef þið væri þriggja hafstökerfinu hjá Amorim þá væri þetta sko dottið bara eftir kortir því bótið rúla bara milli þriggja manna þarna að fara tilbaka á markann og aftur þriggja hafstöða línu. Það verður gaman að fylgjast með þessu. Það var gæfaleikunni rétt á hann, við vorum að gefa 100 €. Ég veit samt í hvernig, ég gerði þetta svona meira gríni en ég veit í hvernig maður fylgjast með þessu almennilega. Þú verður bara að telja. Einu viðbót. Já. Og maður bara telja það sjálfur. Nei, við gefum 100 € viðbót bara að fá staðfestina. Reikningar. 100 € viðbót, kom með eitthvað gott komment, við ætlum að henda 100 € á okkur, við ætlum að halda þessu lifandi og skemmtilegu hérna á miðvikudegi. Það vendur þáttur einhver góðu hérna. Hvernig líst þér á þetta? Ertu sammálað þessu? Já, seðlunum. Já, í rauninni sko, þú veist, ég er alltaf sammálað því að bæði lið skori, því United bara sé það margar leiki og United á stímbilið, fá alltaf á þessu mörk. Og að United tapa ekki leiknum, ég er mjög sammálað því. Sesko sé að fara að skora. Það er eina sem ég er hræddu við. Nei, hérna Sesko er alltaf að fara að sitja hann. Ég er alveg sammálað því. Mér finnst það ekki vera neitt. Ég er alveg sammálað því. Já, og líka, þú veist, viti líka bara hvernig, þú veist, þungi fargi að mönnum létt og þetta verður eitthvað marka súpan. Ég er alveg sammálað mannsynstu vinnuna leik þægilega, held ég. En ég held að Sesko því miður. Já, en síðan gæti hérna riffillin náttúrulega byrjað í staðan fyrir Sesko. Maður veit náttúrulega ekki hvernig Fletcher sér þetta, eða hvort að strákarnir Fletcher séu bara allir að fara að vilja liðinu. Ég vona það. En Sirksey En síðan þetta Butcherinn að fara að gefa 80 setningar, það er svona eina. Ég veit bara ekki hvað eru menn að gefa margar. Já, ég er bara ekki hugmynd það. Ég er dýpri en þið í þessu. Það setja þetta. Það er vel gert. Ég eldi þennan. Ég held með þessu. Bolli, þú ert ekki sammálað þessu eins og heyrðir strákarnar þeir tala United mér upp núna. Nei, United vinnur þennan leik. Alveg 100%. En Sesko er ekki að fara að skora. Ég held að séum allir á því. Það er í stórslis eða vinningi þennan leik sko. Já, svo er þetta. Svo þurfum við að adressa þetta. Nafli, þetta er eitthvað sem þú væntanlega látið út. Málið er að þau eru samstarfsfélagar. Við erum samstarfsfélagar. Ég er ekki í þessu. Ég sé þetta ekki fyrir mér ef að þurfa að koma með þessa yfirlýsingu eftir að vera að vinna með mér. Nýbyrjar að fara með að vinna með henn og hún þarf strax að koma með yfirlýsingu. Ég heldur þetta sé yfirlýsingu út af mér. Nei, síður er svo. En þetta var hérna, ég horfði á þetta viðtal í gær. Þetta var frábært viðtal. Og hérna það sem farið var víðan völl. Og já, þetta er staðan að einhverju sé að ljúga þessu og ég bara sem vinnurinn og Guggu og samstarfsfélagi bið bara fólk að hætta þessu. Já, þetta er líka bara Vist þetta ekki sniðut? Þetta er bara svo hjá mig sagði, ég hefði getað svo en ég er því miður giftur. Og það er líka það er algjörlega og mikið. Nú er frítíminn orðin og mikið. Nú Bolli alveg, þetta er fjólastlega atvinnuleysis. Nú ranghugmyndir í hausnum. Eins og ég er frábær í hátteginu miðvikudum. Bolli Ekki alveg. Hann er meiri lögataskall. Já. Ertu ekki að fara niður í vinnumálastofnun eftir? Stimplaður? Ég er að fara niður í virk. Nei, það er nú eitthvað að gerast í mínum málum. Tilkynning bara. Það er tilkynning? Já. Það er bara þegar svona viðkunnulegi menn er á lausu þá koma stórubussunar. Við erum með blandið póka frá bollanum og hann er með þarna. Herðu, hvernig finnst ykkur þessi? Sko, ég verð að sjálfsverð. Þetta er back to basic. Já. Þetta er bara sigrar hjá liðum og ekkert lesi. Ég þurfti að fara aðeins. Það er svolítið skemmtilegt. Og ég var svo síðast bildið sem komið, þetta er á Liverpool, þá þurfti ég bara að skota mark frá Sopaslæ og það er ótrúlega því að hann átti 2 aukaspyrnur rétt fyrir þetta teig og það fór ekkert á markið. Þannig ég fór bara back to basics. Frá einhverju gaurum svona eitthvað, hvernig líst þér á þennan eitthvað og þá er bara svona leikir, bara sigur í liðið og eitthvað. Þá hef ég sagt að bara nýbyrja, það er vel gert, þú veist, bara gaman. Njóttu og með það. Ertu bara að kalla með núpa bara? Já, menn sem eru búin að vera Williamson og bara sem voru 15 ára. Nei, ég held bara málið, það má ekki tala um það. Maður er bara að flækja þetta alltaf mikið, sko. Ég held að þetta sé alveg skemmtilegt, þetta er alveg gaman að fara back to basic. Já, ég er sammála. En við líka ef við skoða þetta bara, er þetta ekki allt helviti líklegt það? Jú, þetta er alveg mjög líklegt, ég vil sammála því, en síðan er bara, en það er alveg að líklegt að 1 klikki, en ég meina, þetta er samt alveg. Ég get alveg sagt þér strax hvaða leikur klikkar hann og það er svo sem með hæsta stöðlinn, það er Everton, þeir eru ekki að fara að vinna þennan leik. Hann segir Everton vinna ekki. Ég held jafnvel Arsenal Liverpool. Ég segi Arsenal vinna mögulega ekki, og svo er spurningin, ég meina, Leeds er búið að gera fína hlut undanfæra á móti United, Liverpool, Okkur ættir að leggja sniðu þarna eitthvað. Var ekki bara Chelsea líka eða eitthvað? Jú, unnur ekki Chelsea 3-1. Það er eitthvað samanlega þennan. Menn er að segja stróka Newcastle sigur núr og þátt eftir það. Já, það er alveg hérna, fyrst mér alveg. En ég meina að þú veist, þetta er alveg
fína líkur með að vera með hennar stuðul og alveg fína líkur og þetta getið dottið. Ég kalla þetta pjúristaseðil. Þetta er pjúristaseðil, þetta er vel gert. Bolli Már Bjarnason, prestsonur og fyrirmynd. Og eru menn með eitthvað hlutastörð þannig í chatinu, þá getið þið heyrt í mér. Já. Bolli Bjarnason @gmail. Opin uppgrip. Fjölhæfur leikmaður sem breiðir sér öll verk. Það er Newcastle Leeds, það er síðasta leikurinn. Næst síðasta leikurinn fyrir ekki, Newcastle Leeds. Já, mér finnst þetta bara ekki, ég held að Newcastle vinna hennar leik. En mér finnst samt ekki þetta eitthvað svakalega öflugur stuðul með að við hvað vart að fá til dæmis á Everton og þú veist United og Burnley. Búls er náttúrulega lang neðstasæti. Leeds er ekkit eitthvað lang neðstasæti. Nei. Já, ég er að segja, þú veist Newcastle er bara með 1.68 í þessu leik og Leeds er ekki búin að tapa leik heil lengi sko. Þú veist, óvægt verið að tapa er City, eins og ég segi ekki, jafntefli í Liverpool og United. Já, Leeds er búin að gera 2 jafntefli í Liverpool. Já, Leeds er búin að gera 5 jafntefli í síðustu 6 leikir. Já, og svo vinnaði Chelsea 3-1. Þú veist, bara hörku í síðustu 7 leikir. Eitthvað svoleiðis. Þannig að Siggi Sörens er ekkert að vera lappi gegnum þetta. En þeir eru búin að vinna til 2 rauð Newcastle. Það kom smá skrið, sigur þarna þá lítur þetta ágætlega út fyrir þá. Ég held að Newcastle vinni hennar leik. Eitt sem styður mig í því að halda Newcastle vinni er náttúrulega bara þeirra heimavelli með betra lið og hann er klukka 25 á þessu leik. Under the lights. Góðfundur. Under the lights. Naflið, þú varst að hugsa það sama? Nei, ég er það sem ég var að hugsa er bara þessi ég er að horfa mikið í jafnteflið. Lítsarnir eru búin að vera að gera jafntefli og 4,03 ég á eftir að spá jafntefli í þessum umferð, það fer alltaf eitt leikur í jafntefli segir sér sjálft í dag og 4 á jafntefli í þessum leik, I'll take it. Þú tekur því. Vel gert, strákar, við förum í loka leikin og það er, býtum við þarna er 1 ef við ekki fá okkur smá blandi í póka. Það er aldrei slæmt. En sjáðu, hann er komin back to basic líka mækarinn. Hann fer í Everton vinnur, Newcastle vinnur, Tottenham jafntefli eða sigur. Og næri ekki 6 í stöðu. Ég sagði að það var 1-1. Þetta er seðill á manni sem er ekki búin að byrja árin alveg nógu vel. Það er svolítið safe seðill. En? Já, ég trú að Everton Newcastle vinnur þessa leiki. Ég hef trú á því. Og ég veit ekki með Tottenham, en já. Ég er alveg á því núna. Þessi Everton leikur er grassagildar en dag. Ég sé það bara hvernig menn er að hugsa. Hann er að lokka, hann er að toga menn alveg í Everton. Hann hann skellir hlæri ef Everton vinnur hann að leika ekki hvort sem jafntefli eða bara kassar inn sko. En ég held að Tottenham jafntefli þetta er mjög líklegt jafntefli, þannig ég held að þú sett segja þar. Já, mér veist rauninni að fá 2 tákn á þennan leik fyrst mér nú alveg vel bóðið á þessum stuðli. Bolli ég sár út af einhverjum tæklingum hjá Tottenham móti Liverpool. Þetta er bara ógeðslega framkomið á þessu leikmönnum fullorðið maður. Var ekki dómarinn með Liverpool eitthvað í þeim leik? Var ekki að reka Tottenham út af? 9-11. Sorry, Everton alveg glatar þessi leikur fyrir 0-0, segir Viktor. Já, ég er hann skítrættur um það að Everton vinnir bara ekki leikinn með hvernig allir tala og auðvitað gæti þetta verið þannig að Úlfur takir sig inn. Ég bara trú á Moisarunum, Moisar er svolítið minn maður, ég trú á honum. Já, ég er sammálaður endar, við erum allir á Moisavagnin. Ekki gleyma liðinu sér að spila móti. Fyrir við loka leikinn, er eigamenn búin að heyri Mike fyrir alþjóðara kíkið? Nei, er ekki búin að heyri mér. Þeir ættu nú sennilega að gera það. Þetta er að taka Mike. Það er upp á það, vilt bara fá líka bara exposure og já, stemningu. Já, ég meina Gunnar Heiðar er alltaf að fara með falska fréttir en að segja hann segjast að komið Njarvík á kortið í fótboltanum. Það er bara ekki rétt. Það var þessi hérna maður sem kom Njarvík á kortið. Ég vissi ekki hvað KFA var þegar hann kom inn. Liðið er að vera klók og taka svona high profile þjálfara. Menn sem eru í umræðin allan daginn. Að fá celebrity í brúna, það er helviti sterkt. Það er bara íslenski fótboltinn sko. Arsenal, Liverpool 1.60 Arsenal 1.60 Arsenal 5.76 á Englandsmeistarana. Það er nú nokkri sem munir slæta nokkrum júrum á þetta. Þetta er grassagildar. Þetta er náttúrulega bara eiginlega sorglegt fyrir Liverpool stuðningsmenn sko. No shit, Mike. Þetta er bara agalegt. Ég var að sé svona á Englandsmeistara 5.76 og þeir stiltu liðið með einhverju 400 miljónum. Lester var ekki svona lendi í þessu tímabili eftir Við þurfum náttúrulega ekki að fara að tala um einhverja eðislu núna en sko 5.76 ég er náttúrulega búin að fylgjast lengi með þessu blessaða liði og þetta hef ég aldrei séð. Fyrir þetta ef við gefum 100 € þannig að haldið áfram að kommenta síðustu 100 € í dag. En þetta er einn örgasti sigurinn í þessar umferð að Arsenal vinni Liverpool. Þú segir það? Já, ég bara Þú ert samt búin að segja þetta alla þættina og alltaf á móti Liverpool. Ég er eiginlega bara búin að hitta alltaf á Liverpool. Hvað er gerð í hverju umferð? Málið er að mennir, það er bara eitthvað mikið að og Hugo ekki tekið eitthvað postandi einhverju skrýtnum skilabóðum á Instagram og það er komin eitthvað svona eitthvað fokk í hópin held ég
og gremja og menn held ég fara að vilja slott út þannig að það engin að fara að berjast Arsenal bara vilja þetta miklu meira í þessu leik og með betra fótboltalið það verður bara mjög einfalt Þetta gott þá the Icelandic Danny tekur Fletcher tactical decision og stillur báðum strákunum sem upp í byrjunliði Já, við fórum aðeins yfir þetta en hann myndi gera það en hann mun ekki þóra því kallinn en það væri fallegt að sjá Fletcher fjölskylduna hyrða stíðin Fórum við yfir það áðan? Já, ég svona kom inn á það hvernig liðið yrðu og svona með Sesko og Sirksjæ og þetta En það ekki miskilja mig, ég náttúrulega vona heitt og innilega að Liverpool vinni þetta og City vinni sinnleik og því ég geti ekki og ég bara þurfti að fara að rifja upp bænina góðu sem við tókum daginn Ég get ekki séð Arsenal vinna deildina Eyjamenn strax farnir að taka vissir á tjattinu Mækari, ég ætla að sýna ykkur Mækari, segðu mér hvernig finnst þið bettbildir hans bolla í þessu leik Hvað finnst þér þetta Mækari? Já, hann lítur bara ágætt út 4,5 í stöðu ég meina það Ég fór bara að segja Meðan við hvað Liverpool eru ógeðslega slagi sóknarlega þá þetta það samt oft mörk í þessu leikju Ég held að þetta fari svona 2-0 En nú bara einhvern veginn sóknir Liverpool ekki það öflöð þeir virðast skora bara öllum alltaf eru komast inn í teik Hotspinnar ætti að detta og rángstöður ég nú ekki svo mikið að fylgjast með rángstöðum kom ekki alltaf þrjár rángstöður í öllum fótboltaleik og sen leir náttúrulega mjög líklega þetta 1.60 þetta ágætis þetta svona með betri sæðlum hjá honum Nafli Ég held að Arsenal sé að fara að loka þessum leik Og þetta ekki hrifin Þú hrifin að þessu þá Þessum bettbildir Nei, ég Arsenal loka ekki leiknum Jú, þeir eru að fyrir Arsenal að vinna leik en það sem bara að skemma þennan segil undir 3.5 Ég veist að metleðilegt bett að vera Já, en lífið ekkert alltaf það svo rósum Stundum það eins og ég fekk að kynnast núna rétt fyrir 9 ár að stundu þarf þetta bara að vera belt og axlaböld og ég held að það komi mestalegi 2 mörk inn að leik Strákar 100 eurur á Roadmani Naflin fara að velja Mike sem nýja pappa eða hjamma, what's your choice Wow, það ekkert að svara þessu Roadmani þú sendir á Epic á Instagram það eru 100 eurur á þig Válega á ég á bakk sko Nafli, ef þú þurftir að velja þú myndir alltaf velja Mike Það þú ekki að segja eitthvað Jú, þetta ekki persónulega Það bara Mike segir hlutina algjörlega umbúðalaust og það bara eitthvað sem þú þarft á þínum aldri sko. Hann er að vera 30 Já, mínum aldri Þetta þá samþykkt segið hérna strákar leikir eru búnir, eigum við eitthvað bland í póka eftir? Ég held ekki Ég held að við búinum alla Já, verðum góður Þið getið allt alla seðan á spjallinu Þetta allt komið á spjallinu Tíkt og skoðað og þið getið líka gert eins og ég tekið út og lagað Já, ég líka heyrt af mönnum sem ég finnst svolítið skemmtilegt og sögumir sjá skilur sæla frá okkur, sæla frá St. Pete, Bonsunni, öllu stóti svona taka glósur og mér líst vel á þessi 2 hérna tek þetta, síðan sé ég annars ég ánægum 1 hér, setja það saman 1 hérna, útkoman dag nr. 2 í fjallinu Já, heyrðu, tökum það Það er rosa Það er fjallið Það er 2, ekki 10 dagar 14 Nei, 10 Nei, hann sendaði ekkit Hvernig er þá rosald að komast dag 2? Já, ég sendi það á spjallið Hvað er Nafli búin að stela Vissulega fyrir 10 Hvað er Nafli búin að stela mörgum frönskum á hjamma? Það er okkar heldur margar farnar Það er bara svo þar Já, hérna Þetta er svolítið gott Sjáu þetta, hann er dag 2 og hann fyrir Keflavík kvenna pluss 2,5 Já, þetta er svona leikurinn auðvitað sem ég er megastu við, ég verð að viðkynna það Þetta er hörkuleikur í bónstild kvenna og þessi bæðir nefnilega liðin ég held að þetta verður í játnum en Keflavík mun færi gegnum þetta 2,5 þú veist, Haukar getur unnileg með einstí síðan eru liðin að fara að mætast aftur og laugardaginn í byggarnum Þetta er líka unni með 2 stöðum, það er lagi Já, ég sé það, en allavega Keflavík pluss 2,5, mér finnst það góður stuð samt fyrir þá fórgjöf og síðan 1 mark í seinni hálfleik í Fulham Chelsea Það er ekki meira til Þetta er magnað Og síðan, Burnley Manchester United Er hann að fara enda 0-0? Glimtu því? Nei, aldrei Þannig dagur 3 í fjallinu, here I come Ég veit ekki mikið um kvennabolta Ég hef ekki búin að setja mikið inn í enn í vetur En þetta er eitthvað slagast að segja sem ég sé lengi Haukar og Íslandsmeistarar í kvennakörfubolta og Haukar geta svo auðveld unnið þennan leik með 3 stigum sko. Þetta er verð mjög jafnleikur Ég færi frekar á City bara
bara myndi vinna leikinn og fá saman stöður. Ég náttúrulega þekki mikið kvennakörunni eins og hann þekkir. Já, Keflavík líka með frábært lið. Strákar, nú fáum okkur að borða. Júsú, takk kærlega fyrir gjöfina, þetta kunnum við vel að meta. Þetta getur verið svona þáttu, við getum verið að fá gjafir. Já, okkur leiðist ekki að fá gjafir. Við hvetjum fyrirtæki til að koma. Það var alltaf opið, fór og pantaði bara og senda okkur og þetta er vel gert. Sjátt á þetta Tene, skilum góðri kveðju. Mikið meisturum á Tene núna. Já, það er verið að fá sér. Sumir verða líka bara að vinna. Já, það er bara þannig. Það er enda rétt. Takk fyrir okkur. Við sjáum okkur ekki á laugardaginn. Við sjáum okkur eftir, hvað? Næsta laugardag? 10 daga? Já, bara laugardaginn 10 viku. Bara næstu umferð.